Árið 1978 hafði farþegum fækkað mikið með strætisvögnum Reykjavíkur. Forráðamenn strætisvagnanna veltu þá fyrir sér hvernig þeir gætu fengið borgarbúa til að ferðast meira með strætó. Og einn góðan veðurdag, þegar Bryndís Schram tók strætisvagn upp í Breiðholt, var tilraun í gangi. Þetta úr þætti sem var í umsjón Bryndísar og hét Nú nóg komið. Nei, hvað, Skúli Halldórsson hér? Já. Sæl, hvað, vinnur þú í strætó? Já, ég er búinn að vinna lengi þar. Já, alveg rétt. Þú ert eini skrifstofustjórinn í heiminum sem fær að hafa píanó á vinnustæði, ekki rétt? Já, það held ég bara. Ertu að æfa þig eða hvað? Nei, ég er nú ekki að æfa mig, ég er að spila hérna fyrir farþegana. Nú, er það eitthvað nýmæli? Já, alveg gert nýmæli. Okkur dætti í hug hjá Strætisvagnar Reykjavíkur að gera ná eitthvað meira fyrir farþegana heldur við höfum gert og gerum tilraun með það núna og ég er á fyrstu vaktinni að spila fyrir farþegana til þess að gera ferðina skemmtilegri. Það veitir ekki af. Já, og við vonandi fáum við fleiri farþega og þeim er fækkað svo hróðarlega undanfarin ár. Já, er það? Já, horfið til stóru vandræða, mikið tap og það verða allir Reykjavíkur að borga þetta, ekki satt. Þú ertu með eitthvað sérstakt á plónunum þá? Já, ég er nú með mjög nýlegt lag sem ég ætla að spila, byrja á því að spila fyrir farþegana og það var nú dálítið saga það og dálítið skrítið að við hjóni vorum að leita, ég var að taka til nóturnar mínar og hún var svona að glugga í gömlum pappirinn sínum, þá fann ég lag og hún kvæði sem féll alveg saman og þetta er draumljóð. Þannig er að ömmu mína, Theodóra Thoroddsen, að þegar hún var lifandi þá orti hún kvæði sem hét Rökkuljóð, en þegar hún var dáin þá kom hún í draumi til konu sem var vinkona hennar, hét Marta Valgerður Jónsdóttir og fór með vísu sem ég ætla að heyra. Og hún er svona: yfir álinn, bátinn bar, blikaði sól fold og mar, ég ýtti að hlein og eigði þar ástina og lífið hvað sem var. En þetta rökkuljóð sem ég minnst á áðan sem Theodóra orti áður en hún dó var svona síðasta vísan. Sólarlag ei svíða mein, ég syng mín rökkuljóð og stundirnar hverfa ein og ein ofan í tímans sjóð. Fleytan bíður mín fest við stein, fram við þið dökkva flóð, ég leys hana senn og legg frá hlein, lúin og göngumóð. En það sem er einkennilegt við þetta eina orð sem hún notar áður hún deyr og eftir hún deyr, það er það að hún ýtir frá hlein og svo þegar hún dáin þá ýtir hún að hlein. Og við skulum vona það að hann hafi Theodóra sjálf komið fram. Furðuleg saga þetta. Já. En hvernig er svo lagið sem þú samtið þetta ljóð? Ég skal lofa þér heyra það.